Jæja, Ómar, 2-0 tap hérna á heimavelli móti Fylki, bara fyrstu viðbrögð eftir þennan leik. Bara gífurleg vonbrigði, hvernig við skoruðumst undan ábyrgð í mörkunum sem við fáum á okkur og náum bara ekki einfaldlega að gera betur en þetta þrátt fyrir að vera orðin manni fleiri. Hvað fannst þér svona, kannski sérstaklega eftir að þið missa mann út á, hvað fannst þér vanta upp á hjá þínum mönnum? Mér fannst bara vanta upp á að við bærum ábyrgð á þeim hlutverkum sem okkur var ætlað og það er óásættanlegt að í fyrsta lagi sé hægt að labba svona í gegnum okkur eins og í fyrsta markinu og svo sé maður frýr þegar við erum fleiri og í sama í seinna markinu að hann geti fengið þetta skot á marki. Það er bara slæm mistök í varnarleiknum. Kannski sérstaklega svekkjandi sem ljósi þess að við fyrir mig klísjuna að þetta er 6 stiga leikur í botnbaráttunni. Jú, auðvitað, og bara, þú veist eins og ég segi, sama hvernig frammistaðan eða hvernig leikurinn þróast, þú veist, það var bara sigur sem við ætluðum okkur og stefndum að og við vorum ekki nóg klári að klára það verkefni. Það er svo mikið verið talað að þið mæti oft vel gíraðir í leiki á móti liðunum ofar í töflunni og svo mætið þið í þessa leiki og ekki alveg nógu gíraðir. Var það svona þín upplifun að hafa verið framhald af því mynstri hjá okkur í dag? Nei, mér fannst ákefðin og gírunin ekkert svo slæm en sofandaháttur í varnarleiknum sem orsakar þessi mörk er í rauninni mistökin sem verða okkur á falli og mér fannst orkustigið fínt. Við leystum fyrir hálfleikinn svona mörguleiti eins og við vildum og fannst við allt í lagi en alls ekki nógu góð til að skilja sigra held ég. Tarek spila sinn fyrsta leik fyrir ykkur í dag eftir að hafa komið frá Gróttu. Hvað gefur hann ykkur? Hann er náttúrulega bara sexa, djúpur miðjumaður sem hefur vantað eins eftir að Magnús Arnar meiddist, þá hefur okkur vantað að bæta við okkur djúpur miðjumanni og hann stóð sér bara fínt eftir að koma inn á, þannig að vonandi bara getur hann gefið liðinu sem mest í þeirri baráttu sem er framöndan. Svona þess að öðru KR kæri niðurstöðu KSÍ til laga úrskurðarnefndar markið og vill fá dæmdan 3-0 sigur. Hafið þið einhverja skoðun á þessu? Já, ég held að allir skoðun á þessu en ekkert sem að við getum eitt tíma okkar í eða við í teiminu eða liðinu getum verið eða tíma í að velta fyrir okkur. Mér finnst það bara óskiljanleg framvinda á þessu máli og ég gerir bara á fyrir að spila það á fimmtudaginn. Einmitt á fimmtudaginn, það er næsti leikur. Þið hvernig farið inn í þann leik? Vonandi bara sem best undirbúnir og búin að jafna okkur sem best á þessu en ekki það barnalegir að halda að við höfum átt eitthvað meira skilið og að það sé ekki mistök í þessu leik sem við verðum svo sannarlega lagað. Þannig að við þurfum að undirbúa okkur vel og við þurfum að gera töluvert betur.